Fyrir 7 mánuðum síðan, eða rúmlega, steig ég upp í flugvél á leiðinni til Noregs og var á leiðinni í DTS. DTS stendur fyrir Discipleship Training School og í rauninni að mér finnst bara svona eins og grundvallarnámskeið fyrir lífið svolítið. Og þetta var einhvern veginn bara að mér fannst vera svo nauðsynlegt fyrir mig til þess að geta haldið áfram sem bara manneskja. Ég lærði ótrúlega mikið á þessum 7 mánuðum sem ég var þarna. Ég hafði rosalega háar væntingar fyrir þessu DTS-i. Ég hélt einhvern veginn að ég myndi bara öðlast nýtt samband við Guð og ég myndi læra ótrúlega mikið og ég myndi verða bara ný manneskja. Sem svo sem alveg gerðist, en alls ekki á þann hátt sem ég hélt. Ég hafði bara þessar þvílíku væntingar að bara fyrstu vikuna á DTS-inu myndi ég bara vera með gegnumbrot og það myndi allt gerast og ég myndi bara kynnast Guði á nýjan hátt sem ég aldrei kynnst áður og þetta voru rosalega háar væntingar sem ég setti mér svolítið sjálf. Fyrsta vikan var bara ógeðslega erfið og það var bara tilfinningar rússíbani og mér langaði ekkert að vera þarna og ég skildi ekki alveg hvað er í gangi. Ég hélt þetta ætti að vera bara bestu 7 mánuðir lífs míns og þetta ætti bara að vera æðislegt og ekkert mál. Svo var þetta bara ótrúlega erfitt og ég var bara með þvílíkan kvíða og vissi ekki alveg hvernig ég átti að haga mér. Og þessar væntingar sem ég hafði gjörsamlega ekki staðist. Önnur vikan var líka bara ótrúlega erfið en á allt öðruvísi hátt. Þá vorum við með kennslu sem var rosalega dramatísk, ef má segja svo. Það var svolítið verið að kafa ofan í bara dýpstu vandamál sem við höfðum og aðeins svona tækla okkar djöfla, ef má segja. Ég hafði alltaf þessar væntingar samt. Þú veist, þessar væntingar foreldra að ég myndi eignast nýtt samband við Guð og að ég myndi þroskast með honum en ég fór alltaf að sjá meira og meira að þessar væntingar voru kannski ekki raunhæfar á þann hátt að ég vildi svolítið ákveða hvernig það væri. Á þessu DTS-i sem ég hélt að trúin mín myndi bara eflast meira en nokkuð tímann hef ég bara aldrei upplifað meiri efasemdir trúna og Guð og það fannst mér ekki passa. Ég ætlaði að fara á DTS til að leita Guðs og vera með honum og svo var ég bara að efast allt saman. Þetta svona, ég lét mig bara svolítið hafa það og upplifði samt Guð á ótrúlegan hátt og kynntist honum á rosalega nýjan hátt og fékk að sjá ýmislegt og gera ýmislegt og Guð var að vinna ótrúlega mikið í mér en þessi efi fór aldrei aftast úr hausnum mínum. Og mér fannst það mjög erfitt. Og ég fór heim í jólafrí og allt í lagi og allir spurðu hvernig væri og ég eitthvað svona vissi að ég ætti að segja geggjað þannig að ég sagði bara geggjað og á þessum tíma var ég rosalega upptekin af því hvað öðru fólki fannst og að ég væri svolítið bara að standa undir því hvað fólki fyndist DTS í heild sem var náttúrulega ekki satt en mér fannst ég svolítið þurfa að halda uppi ákveðinni ímynd og ég fór aftur út til Noregs eftir jólafríið og var eitthvað hálf aum og vissi ekkert hvað ég var að gera og vissi ekkert hvernig ég átti að vera og langaði bara ekkert að fara til Kambódíu. En ég eiginlega eins og vinkona mín ein, hana langaði ekki heldur að fara en hún vildi ekki fara af því að hún hefði svo mikla áhyggjur hvað fólk myndi segja og ég sagði það nú ekki upp á þeim mér leið svolítið þannig bara líka og ég fór til Kambódíu og sá Guð á nýjan hátt og upplifði Guð á ótrúlegan hátt og sá bara hvað Guð var að vinna í mér og þetta var stórkostlegt en þetta var samt ennþá þessi efi aftast í hausnum á mér og ég skildi ekki hvað þetta var og mér fannst þetta alveg gríðarlega óþægilegt. Að ég gæti ekki bara verið eðlileg og bara átt samband við Guð og verið ekki með þetta vesen. Og svo fórum við til Tælands og það var bara æðislegt og upplifði mikið af Guði og allt svoleiðis en samt ennþá þessi efi. Og þegar ég kom heim frá Tælandi þá áttum við viku eftir í Noregi og ég var ennþá eitthvað svona hálf bara sár bara í alvörunni á ég ekki að fá að upplifa þetta sem að ég hélt að ég myndi upplifa. Og svo var lofgjörðarkvöld, ég held að það hafi verið þriðjudags eða miðvikudagskvöld. Ég fór þangað með engar væntingar af því ég var bara algjörlega búin að gefast upp og hugsaði bara, þú veist, ok, þá er þetta bara greinilega ekki fyrir mig. Þú veist, ég upplifði ótrúlega mikið, þetta var ótrúlega góð reynsla, lærði rosa mikið um mig og Guð og bara mín samskipti við annað fólk. En ég átti greinilega ekki að upplifa þetta.
og hafði bara ekki væntingar. Og á þessu kvöldi þá breyttist allt. Ég sá bara allt í nýju ljósi og ég söng lag eftir að lofgjörðin var hætt. Þá fannst mér nú eins og ég ætti að syngja lag sem heitir Give Me Jesus og það fjallar bara textinn bara gefðu mér bara Jesú. Ég einhvern veginn sá bara að það skipti ekkert máli hvað öðru fólki fannst eða hvað annað fólk vildi að ég var að gera. Ég vildi bara Jesú. Og það voru eins og það væru bara veggir brotnir í kringum mig og ég vildi bara hafa Jesú númer 1 í lífinu mínu og ég sá bara að ég var stærsta hindrunin til þess að það væri hægt að gera svoleiðis. Þetta er eiginlega það mikilvægasta sem ég lærði á þessum 7 mánuðum og ef ekki bara í lífinu mínu að mér alveg sama hvað ég hef og mér alveg sama hvernig ég lít út. Af því ef ég hef ekki Jesú þá vil ég ekki neitt annað.